Á Stöð 2 hingað kominn Davíð Oddsson, seðlabankastjóri til að ræða aðgerðirnar frá því morgun eða ekki aðgerðir. Bankinn var að semja við 3 seðlabanka á Norðurlöndunum í Svíþjóð, Danmörku og Noregi. Blessaður Davíð og velkominn. Takk fyrir. Segðu okkur fyrst, hvað þýðir þetta í raun og veru að fá 1,5 milljarð evra í svona vilyrði, ekki beinlínis kannski tekið að láni? Nei, þetta þýðir það að ef að bankinn kýs, seðlabankinn, að nálgast þessa fjármuni, ef að bankan af einhverjum ástæðu vantar erlenda gjaldmiðil, þar að segja í þessu tilfelli evru, að þá getur hann fyrirvaralaust gengið að þessum peningum vísum samkvæmt þeim samningu sem við höfum núna gert. Þessum samningum var í öllum meginatriðum lokið á fundi okkar seðlabankastjórana í Oslo á miðvikudagskvöld. En þetta hefur náttúrulega haft langan aðdraganda, en þessi samningur alveg einstæður í okkar sögu. Það hefur ekki gerst með þessum hætti áður. Áður höfðu menn tiltekna samninga við Norðurlöndin í heild, en það voru miklu lægri upphæðir og slíkum samningum lauk fyrir 5 árum síðan. Já. Og þá væntu menn þess áttar hlutir væru hluti af hinu liðna. En nú allt breyst í veröldinu og það algjörlega ljóst að eftir að markaðir urðu víðtækari og menn halda sig innan landamæra lengur eða í minni mæli en áður, að þá þurfa menn að hafa aðgang af öðru fé heldur en eingöngu sínu eigin, þó að Seðlabanki sé eðli málsins samkvæmt þrautavara lánveitandi í sinni eigin mynt, í okkar tilfelli íslenskri krónu, að þá talið nauðsynlegt að menn hafi einnig aðgang að öðrum myntum. Og það höfum okkar gjaldeyrisvarasjóði og svo með þessum samningum. Setjum við aðeins í samhengi með gjaldeyrisvarasjóðsins. Hann er hvað núna? Við getum svona sagt að hann sé nokkurn veginn 2 milljarðar evra og þetta er 1,5 milljarðar evra. Já. Það má ekki segja að hann sé aðeins meiri ef að línur og annað þess áttar sem að bankinn er tekin með, en það er alltaf að nefna 2 milljarðar evra. Og þetta er slagar upp í það. Þetta er ekki alveg tvöföldun en slagar upp í það. Já. Og þetta er ígildi forða aukningar eins og menn horfa á þetta. En jafnframt er þetta styrkingarmerki og við sáum það strax í morgun að svo kölluð tryggingarálög eða CTS álög eftir á kjör kalla sumir það, vísbendingar þau kjör sem að ríki myndi fá á markaði, geta mér einnig sagt. Þau eru strax hagstæðir í morgun eftir þennan samning. Þannig að þú vilt meina að þetta sé sterkt signal út í heim? Já, vegna þess að þetta sýndi heiminum að þessir 3 seðlabankar sem áður en þeir gerðu slíka samninga kynntu sér mjög rækilega íslenska efnahagsástandið, stöðu seðlabankans og stöðu bankakerfisins, að þeir hafa traust á því, ella myndur ekki gera slíkan samning við íslenska seðlabanka. Í þessu felst beinlínis traust yfirlýsing? Já, ég lít þannig á, mikil náttúrulega þessar frænda banka okkar. Já. En jafnframt sá skilningur að kerfið sé miklu traustara heldur en að þeir sem að verst hafa okkur talað hafa trúað. Já. En hvað þýðir þetta svona nú hafa bankarnir þeir mikið verið rætt þess að lausafjárþörf þeirra og hvað þýðir þetta svona í samhenginu ef á þarf að halda, hvað getur þetta hjálpað mikið til? Nú er náttúrulega velta miklu fjármunir í bankaheiminum frá degi til dags. Hvað er þetta svona, hvað ég að segja, mikið skjól í þessu? Það er nú erfitt að nefna þessu upphæð til sögunar sem skjóltölu fyrir bankana, en það sem meginatriðið að það er ekki aðeins ríki sem styrkist. Við sáum það strax í morgun að CTS álögin á bankana. Þau lækkuðu þá 60-70 punta sem er vísbendingum batnandi kjör vegna þess að þegar að efnahagsumhverfi þeirra verður öruggara og sterkara, að þá telja menn miklu minni líkur á því að illa myndi fara fyrir þeim. Já. En ýmsir hafa verið að gera því skóna og ég vil spáði í það og ég vil alltaf að græða á því að íslensku bankarnir ættu erfitt. Já. Vegna þess að ekki síst að það væri lánsfjárskortur og íslenska ríkið og íslenski seðlabankinn myndu við slíkar aðstæður vera vanmáttugir til að grípa inn í. Já. En samningar af þessu tagi og síðan áharmaldandi aðgerðir benda rækilega til þess að sú ályktun hafi verið ranglega dregin. Þú sagðir einmitt á kynningafundi niðri í Seðlabanka í morgun að þetta væri fyrsta skref af allnokkrum þá kannski, eða nokkrum skrefum. Hvað er bankinn á öðru leyti að gera til þess að styrkja stöðu íslenska fjármálakerfisins? Við erum að gera þetta í nákvæmlega þeirri röð sem við töldum skynsamlegast. Eftir á kjörin bæði á ríkið og eða CTS-kjörin og að bankakerfið hafa farið upp úr öllu valdi og ekki verið í neinu samræmi að okkar mati við veruleikann.
en þau hafa reyndar lagast en eru samt glettilega há, eða voru glettilega há ennþá. Við töldum að það veri nauðsynlegt áður en farið yrði á markað að það veri búið að skapa ákveðið traust, eins og ég tel að þessi samningar séu líklegir til að gera, og þá yrði farið á markað í framhaldi af því. Og auðvitað höfum við undirbúið það vegna þess að vilji ríkisvaldsins til þess að auka gjaldeyrisvarasjóð Seðlabankans er fyrir hendi, og það er auðvitað ríkisvaldið eigandi bankans sem að hlýtur að ákveða það hvað ég að leggja mikið af peningum til hliðar inn í bankan til að styrkja gjaldeyrisstöðu hans, og það er yfirlýsingar liggja fyrir af hálfu forystumanna ríkisins, og við framfylgjum því, en reynum að framfylgja því líka þannig að það sé gert með skynsamlegum hætti og sé sem ódýrast fyrir ríkið. Og þar með skattborgarana. Og þar með skattborgarana. Og það er nákvæmlega það sem er að gerast í dag. Að það hefur verið miklu dýrari fyrir okkur að fara í gær heldur en í dag, og hefur það hafa þó aðstæðna verið að batna. En við höfum auðvitað verið að vinna alls konar undirbúningsvinnu, þannig að þrátt fyrir það, þannig að menn hafa ekki setið auðum höndum og meðan, og við nefnum ekki neitt tíma, en við vonum að næstu áfangana í okkar aðgerðum verði ekki eins lengi að bíða eins og þess áfanga. Það voru ýmsir lang eigir eftir því, og það var svolítið óþægilegt fyrir okkur að geta ekki svarað því að við verðum að vinna eitthvað, því að við verðum að lesa það við sætum þarna og gerðum ekki neitt. En þetta tekur tíma. Eðli málsins samkvæmt, eins og þú hefur nú margítrekað þegar þú ert að kynna stýrivexti og annað, spurður út í mögulegar aðgerðir af hálfu bankans og svo framvegis, að eðli málsins samkvæmt þá eru þið nú ekki með þær umræður kannski alveg fyrir opnum tjöldum, en það er mikið skrafað og mikið slúðrað þessi mál, og meðal annars er núna á Eyjunni í dag sagt að Seðlabanki Íslands hafi reynt fyrir sér með lán í Bretlandi og komið þar að lokuðum dyrum. Hafið þið verið út á örkinni og komið einhvers staðar að lokuðum dyrum? Nei, ég vil ekki orða það þannig. Við höfum orðið þetta að rökstyðja okkar mál. Það er ekkert sjálfsagt að erlendir seðlabankar gerir samning við okkur, því hvað er samningurinn við okkur? Samningurinn til að mynda við þessa vinabanka okkar, skandinavísku bankana, gengur út á það að við getum fengið evrur hjá þeim, að andla í 60-70 miljardar króna frá hverjum þeirra, og þá leggjum við þeim til krónur í staðinn. Það er auðvitað þannig að þeir eru ekki neitt sérstaklega þörf fyrir krónur. Þannig að það þarf að koma því til skila að það sé heilbrigðisvottorð fyrir alla, að bankakerfið líka hinn smáu eins og okkar þrífist vel, og það sé ekki efni til tortryggni. Og þeir þiggi íslensku krónuna sem tryggingu? Já, þeir gera það. En það er náttúrulega augljóst að það eru viðsemsat sem er að sækja á í þessum efnum. Hinir er ekki að sækja á til að tryggja sig á krónumarkaði gagnvart einhverju vanda sem þeir kynna að koma upp hjá þeim vegna krónuskorts. Og það er kannski ekki einhverju stór brunaútsölu henni? Þannig að menn verður átt að sjá því að við þurfum að sannfæra menn um það að þetta sé góður business fyrir þá og allt okkar umhverfi, því það sé óhollt ef að tækist að skaða íslenska bankakerfið. Það sé þegar komið með mikil tengsl víðar heldur en hér. Og þess vegna gerð síst í Skandinavíu. Já, og Bretlandi og Þýskalandi og hefur í fleiri reyndar líka. Og þess vegna væri mjög óhollt fyrir allt kerfið að ef að það yrði órólegur sem meiri sem verður ekki rökum reistur heldur vegna þess að mann væri jafnvel að skapa vantraust á okkar markaði. Við segjum svo hún þarf ekki alltaf að vera stór, litla þúfan sem velti stóralhassinu. Og þetta er kannski líka svolítið nýtt af við fyrir Íslendinga og fyrir umheimin að Íslendingar séu, þó eins og bendir á kannski ekki stærsta hagkerfið í Evrópu og í heiminum, en þá er það einhver síður nýtt að Íslendingar séu að gera sig gildandi á mörkuðum út í heimum með þessum hætti. Já, og við sjáum aftur og aftur að það koma fréttir í víðlesnustu blöðum efnahags og fjármál, það sem er töluvert slegið upp, það sem er að gerast hér, og það er ekki bara vegna áhuga á okkur, eins áhugaverð við kunnum að vera, heldur vegna þess að mann vita að þetta hefur áhrif víðar, því að tengslin er orðin miklu víðar, og þessi þrír norrænu bankar, að þeir, ég tel að það sýni víðsýni þeirra, að þeir kaupa þessi rök og þeir vilja standa við bakið á okkur og sýna það með beinum hætti, ekki bara orðum, heldur verki, að þeir hafa okkur traust á okkar kerfi.
og það traust mun auka okkar traust og traust á öllu bankakerfinu held ég í veröldinni, því að það þarf að gæta þess að allt dæmið gangi upp. Nú, þessi lausafjárkreppa sem kölluð hefur verið, hún auðvitað kemur að stærstum hluta til vegna þess sem gerðist í Bandaríkjunum sem hefur haft áhrif allan hinn vestræna heim. Enga síður þá kemur þetta niður á íslenskum bönkum og þeir hafa lent svolítið í harðri umræðu út í heimi. Þegar svona íslenska bankakerfið og íslenska fjármálakerfið þarf að mæta svona aðstæðum, erum við þá að sjá það að sumir bankarnir hafa kannski farið og geist út í hinu stóra heimi í fjárfestingum? Já, það má alveg segja það, en það er líka á móti hægt að segja það er mjög auðvelt að vera vitur eftir á. Við erum að segja það þegar við farið og geist þegar við vitum að það koma þrengingar á lánamarkaði. Það sá enginn fyrir með þessum hætti. Þannig að auðvitað ef þeir eru séð þetta allt saman fyrir, þá hefur auðvitað hagað sínum málum nokkuð með öðrum hætti og þeir eru núna að laga sig að þessum þætti. Þeir eru svona að hagræða og spara og draga saman eins og við á. Þarf að auka bindiskyldu þeirra hjá ykkur í Seðlabankanum? Ég held að það sé nú ekki rétt að gera það vegna þess að þá erum við í rauninni að veikja samkeppnisstöðu þeirra ef okkar reglur eru harðari heldur en annarra. Við þurfum aðeins að gæta þess að okkar kerfi það er núna í samkeppnisumhverfi annar staðar og við getum ekki leikið okkur með okkar eigin reglur óháð því hvað aðri banka búa við annar staðar, því þá erum við bara að setja fótinn fyrir okkar menn í samkeppni annar staðar og það myndi hefna sín held ég. Þið í Seðlabankanum fyrir rúmri viku gáfuð íslenska fjármálakerfinu alveg ágætis heilbrigðisvottorð og enga síður, og það var nú svo sem komið viðbrögð líka út í heimi, það hafi verið skrifaðar jákvæðari greinar íslenska kerfið meðal annars í Financial Times og fleiri stöðum, en enga síður er ennþá áberandi að það er verið að tala svona hlutina eins og hér sé alltaf fjandans að fara til, og núna síðast í dag viðbrögð við einmitt þessum samningum ykkar við Seðlabankann, og það er hér í Morgunblaðinu á MBL í dag, þar er vitnað til norskra fjölmiðla sem segir að með þessum samningi norska Seðlabankans við hinn íslenska þá sé bara verið að lengja í hengingaról Íslendinga. Já, og það, við munum sjá svoleiðis fréttir líka, en ég hef heyrt aðrar fréttir frá Noregi sem gangi þveröfuga átt, sem segja að þetta sé styrkleikamerki og þetta sé merki þess að íslenska fjármálakerfinu sé treyst. Þannig að auðvitað munum við fá misvísandi fréttir, við vissum það að það yrði, en ég tel að markaðurinn hafi svarað mjög skýrt minnst kosti í byrjun, og ég vona að verði þannig áfram ef við horfum bæði á kaupöll, gengi, CDS álög og umsagnir í meginatriðum, að þá hafa viðbröðin verið góð. Við sögðum í okkar fjármálastöðugleika skýrslu, eins og það bendir réttilega á, að kerfið væri vandað á marga lund, en við sögðum líka að það myndi reyna á viðnámsþrótt þess við þessar erfiðu aðstæður, vegna þess að þetta er það svo að okkar kerfi er mjög háð, eða flestir þættir í því, mjög háð erlendri fjármögnun, og meðan að fjármagnsmarkaði verða jafn erfiður og þeir eru núna, þá verður þetta þungur róður. Við skulum ekki vera að telja allt síðan baki, þetta verður þyngri róður, en þessi skref sem við erum að stíga og skrefin sem bankarnir sjálfur eru að stíga eru til þess fallin að auka líkurnar á því að þessi róður tækist á endanum vel. Þú ert ekki fæddur í gær og ekki heldur í fyrradag í efnahagsmálum. Við erum búin að sitja lengi sem forsætisráðherra og auðvitað fylgjast með íslenskum efnahagsmálum í kannski 20 ára mikið til. Ertu sannfærður um það á næstu missurum, segjum kannski 10-15 mánuðum að Íslendingum takist að sigla í gegnum þennan brimskafl og komast að svona eðlilegra ástandi í íslensku fjármálalífi? Ég tel alla forsendur séu til þess, já, en það mun reyna svolítið á okkur og menn þurfa að taka vel á. Við höfum verið dálítið djarfir í sókninni, en það þarf líka að spila svona myndarlega varnarleik þegar það þarf. Það er hluti af leikplaninu. Við getum ekki alltaf verið í sókn, þá geta aðri færir hraða upplöp og skora hjá okkur. Núna við þessar aðstæður þurfum við að huga mjög vel að vörninni. Og þegar og ef það tekst vel, sem ég trú að muni gerast, þá muni ný sóknarfæri skapast, að enginn vafi á því hjá okkur. Og kannski er það sem hefur gert okkur sérstaka, við höfum verið duglegir að taka ákvarðanir á réttum tíma, við höfum verið sveigjanlegir, og við þurfum að vera bæði sveigjanlegir í sókn og vörn, og nú erum við í pínlítið vörn og við höfum að líta á það sem mikilvægt hlutverk, þó það sé ekki eins skemmtilegt eins og þegar við erum í sókninni. Rétt, hálfa mínútu, Davíð. Jón og Gunnar sem eru með lánin sín, þau eru bara aðeins að bíta á jaxlinn
og láta sig svona hafa þetta í gegnum brimið með öllum hinnum næstum. Það engin vafi að fyrir marga þá verða næstu mánuðir mjög erfiðir og sérstaklega vegna þess að við munum fá töluverða verðbólgu núna og það eru margir með mjög mikla skuldbindingar í verðtryggðum lánum og margir fóru illa út úr breytingum á genginu, þeir sem voru með gengistryggð lán og ekki tekjur. Þannig að margir munu eiga erfitt en þeirra staða mun líka batna ef við komum okkur í gegnum verðbólgubálið og við munum gera það. Við munum sjá mikla breytingar þegar á næsta ári þeim efnum. Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, þakka kærlega fyrir komuna til okkar í hádegisviðtalið. Hádegisviðtalinu á Stöð 2 lokið þennan föstudaginn. Minnum á fréttir á Bylgjunni á klukkutíma fresti og svo vísi.is og kvöldfréttir okkar í kvöld. Verið sæl.